Talandi stöðu Sjálfstæðisflokksins þá held ég sé nóg að líta á það hlutdeild sem hann hefur í skoðanakönnunum og hvað hann hafði í skoðanakönnunum og í kosningum áður og til að sjá það að staða hans engan veginn sú sama hún var. Hún mikið lakari og hann nýtur mikið minna trausts heldur en var áður. Það sérstakt verkefni þingflokksins og Sjálfstæðisflokksins að ná aftur þessu trausti sem hann hafði og það sérstaklega vissir hópar í þjóðfélaginu eins og ungt fólk sem dálítið ráðvillt finnst mér í stjórnmálum, áttar sig ekki á því til hvers stjórnmál eru og áttar sig ekki á því að stjórnmál snertir hvern og einn með afdrifaríkum hætti. Og síðan það að það hefur tekist að bendla Sjálfstæðisflokki við sérhagsmuni með rétt eða röngu, sérstaklega talandi útgerðarmenn og LÍÚ, að það eitthvað sem ég held að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi að vinna mjög skarpt gegn og undirstrika það að hann gæti hagsmuna allra þjóðarinnar í öllum málum og sé ekki að fylgja sérhagsmunum. Þetta held ég þetta hefur tekist með rétt eða röngu að klína á Sjálfstæðisflokkinn að hann sé einhvern veginn að geta sérhagsmuna og umræðin stundum alveg ótrúleg það hvernig hann taki ákvarðanir á grundvelli einhverja sérhagsmuna. Þetta held ég að Sjálfstæðisflokkurinn og þingmenn hans og leiðandi stjórnmálamenn þurfi að hafa í huga og vinna gegn. Ég tel að stefna Sjálfstæðisflokksins frelsi einstaklingsins og að stuðla framtakssemi hans, hún eigi ekkert síður við í dag heldur en aðra daga og alla öldina og ég tel að ungt fólk sem eldri skilji það alveg að það mikilvægt að einstaklingurinn njóti ákveðis frelsis, en það held ég allir hver og einn vilji það svona í grunninn. Og það svona mín trú kannski ég að líta á mikið framhjá þeim sem eru vinstrisinnaðir. En þessi stefna á ekkert síður heima hjá öllum aldurshópum í dag heldur hann átti fyrir 30-40 árum og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að stefna aftur á það að ná því fyrra fylgi sem hann hafði 35-40% og vera það öryggi og akkeri í íslensku stjórnmálum sem hann alltaf hefur verið og reyndar ennþá, þannig að mér finnst.